Guðjón Pétur Lýðsson, ég skora mörk sofandi. Viljum heisa í landslið, na 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 na, heisa í landslið, na na na, við viljum heisa í landslið, na 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 na, heisa. Það komið sælir Blikarnar og fjærir og verið velkomin á röltið. Í dag ætla ég að rölta til Vestmannaeyja ásamt 50-60 öðrum stuðningsmönnum. Við ætlum að fara að horfa á leik Breiðabliks og Vestmannaeyja sem verður núna klukkan 5. Og ég get alveg sagt ykkur það, þessi rúta áverð er að vera full hér fyrir aftan mig og undirbúningur er á fullu hér, allir að fara í grænt. Þessi ferð er sponsoruð að REA Sport, Bíkó og Blikaklúbnum og þið munið fá að fylgjast með það sem að eftir er ferðarinnar. Takk fyrir mig í dag, ég er farinn. Þar sem hjartað slær, kveikjum eldana. Þar sem hjartað slær. Sjá Heimaey og Herjólfsdal, þar sem hjörtun slá í takt sem í æðum rennur, sem á huganum rennur. Hér í brekkunni, þar kveikjum við eld, tengjum huga, hjarta og sál. Þú sem gamall fullback, vinstri, þekktur fyrir þín frumuskot. Hver er svona nálægt því að vera með þín frumuskot? Það er mjög erfitt að segja til það, því að þeir hafa ekkert verið að skjóta mikið á frumuskotum á markið. En ég tel að Kristi Jónsson gæti verið mjög góður í svona langskotum. Takk fyrir það. Og Guðjón Pétur Lýðsson. Sjáumst á eftir. Nafnið þitt? Viktor Óttarsson. Og þið eru að fara til Eyja? Og þið hafi verið í Eyjum áður, eða ekki? Þið voruð í fyrra? Hvernig stóðu ykkur þá? Við komum til úrslitum aðalbikarinn, töpum. Á móti hverju töpuðu þið? Stjörnunni. Stjörnunni? En eru þið ekki búin að vinna Stjörnuna núna í 15. flokknum? Jú. Oft? Vel gert strákar, sjáumst í Eyjum. Ég heiti Sigrún Orri Jónsson. Hvert eru þið að fara strákar? Til Vestmannaeyja. Já, eins og allir í rútunni náttúrulega. En eru þið eitthvað búin að vera í Vestmannaeyjum? Já. Og hafið skemmt ykkur vel eða ekki? Ég heiti Jón. Ég heiti Gerða. Og hvert eru þið að fara? Til Vestmannaeyja. Hversu náttúr? Björgvinsson. Þú ert á leiðinni til Eyja. Hefurðu verið þar áður? Já. Gef mér nafnið þitt. Pétur Andersson. Hvar vinnurðu? Bíkó. Takk fyrir. Björgun heiti ég. Þú ert á leiðinni til Eyja? Já, ég ætla bara að fara nú að horfa á Blikaleikin svo ætla ég að bíða eftir Vestmannaeyjunni.
Í heila mánuð? Já, Vel gert, gott þetta að er vera tjálta. Gott að vera Vestmannaeyjum. Það er rétt. Þú hefur sami besta textana sem að Copacabana er þetta eitthvað sem að þú gerir reglulega? Ég hef tekið af mér þetta fyrir Breiðabliksliðið. Það er rosalega auðvelt að finna smá svona inspiration sko þegar liðið að spila svona vel. Það er ekkert hægt að segja neitt annað. Það er bara þannig, maður fyllist sko gleði og sigur tilfinningu þegar maður mætir á völlum. Hvaðan koma lögin? Þeir koma alveg eins og mörkin í honum Guðjóni Pétur Lýðsson. Þeir koma hérna úr svefni sem sagt. Og hann eins og fólk veit, hann skorar mörk í svefni. Hefur maður heyrt allavega, það er slúðursögur að segja það. Ekki lígur Guðjón Pétur. Það er rétt. Þetta er mikið fjör. En hvaðan hefur þessa hæfileika? Þessar hæfileika koma beint úr Kársnesskóla Korpum, þannig Þórunni Björnsdóttir. Já, þetta er að Þórunn að þakka. Já, þetta er allt henni að þakka og ég gef henni gott shoutout á hana. Þetta er bara Þórunn að skila sér. Ég gef þér hjarta mitt þá skilir við slög. Ég veit að þú mundir klífa hæstu hæðir. Þau eru búin að taka sprangið og fyrir beint á 900 grillhús sem ég hef ekki hugmynd hvar er. Það er í Vestmannaeyjum, það getur ekki að ræðast að finna það. Herðu, þá erum við í Herjólfi og við erum svo heppnir að fá sæti við hliðina á einu leikjahæsta leikmanni meistaraflokks Breiðabliks, Vigni Baldurssyni. Vigni, hvernig er stemningi svona rétt áður en við leggjum í hann? Hún er bara virkilega góð sýnustöðum. Virkilega góð stemning hérna borð og allir klárir í slaginn. Hvaða væntingar hefur til leiksins? Ég er bara nokkuð bjartsýnn. Liðið hefur verið að spila það vel upp á síðkasti. Ég vona að verði framhald á því og við komum glaðir heim. Nú hefur þú spilað oft hérna í Eyjum. Áttu ekki einhverja góða minningar hérna sem þú getur deilt með Blika TV áhorfendum? Ég man nú svo sem ekki eftir neinum sérstökum aðtökum nema kannski þarna árið þegar Helgi Basli Helgason skoraði. Það gerðist nú ekki oft en ég man hann setti mark hér fyrir mörgum árum síðan og hann hefur ennþá orðaði oft þegar ég hitt hann. En það er ekki bara hérna Vigni sem heldur líka Þorgeir bróður hans sem er hérna, sem er gamall líki og hann hefur nú búið í Vestmannaeyjum, seldi saklausum Vestmannaeyingum áfengi í hátt á 7. ár. Jæja, hvernig er það stemningin að vera að mæta aftur til Eyja? Hún er mjög góð stemming, við spenntur, virkilega spenntur. Ertu ennþá með taugar til Vestmannaeyjaliðsins? Já, sjálfsögðu. Starfaði þarna í íþróttaknattspyrnuráðinu tíma. Þannig að ég neita því ekki, þetta eru bæði Breiðablik og Íbjörn, það eru mín lið og græni liturinn náttúrulega sé ofan á. Hvernig var þetta mark sem að Vigni skoraði hérna á árum áður? Ég man nú ekki alveg eftir markinu sjálfu en fagnarlæti hjá drengnum þau voru svolítið sérstök og eftirminnileg að eftir að skoraði markið þá tók hann á rás bara eins og verið í 100 metra spretthlaupi og hvarf út af vellinum yfir girðingar og lengst upp í fjallslíð. Það segja sögum að þegar hann kom til baka þá búið að setja annan inn á fyrir hann. Vigni, er þetta rétt? Ég maður nú ekki, Þorgeir er minnur en ég hef aldrei staðan að því að segja ósatt, en þetta hlýtur að hafa verið svona. Þegar koma völlin á, ef þú heyrir læti Vestmannaeyjum í Blika koma völlin á. Blika koma völlin á, ef þú heyrir læti Vestmannaeyjum í Blika koma völlin á. Blika koma völlin á, ef þú heyrir læti Vestmannaeyjum í Blika koma völlin á.